Þá EM að byrja og maður vill náttúrulega horfa á sem flesta leiki og þá þarf maður náttúrulega að tryggja sér áskrift af þessu dóti. Maður fer í það núna. Ég hringi bara. Já, góðan daginn. Já, ég ætla að fá EM hjá þér. Það er alltaf aðsnallt að segja ég ætla að fá EM, þú veist. Það var að skella sér í bíó, jökullinn logar, taka smá pepp fyrir EM á þetta. Smá upphitun. Það þýðir ekkert annað. Styrkja íslenska kvikmyndagerð, það er mikilvægt. Bíó. Völlur grær og vetur hlýr og verður sólin. Have you heard about these guys? They're making a film about the qualification for the national team, and this time they even forced me to, they recorded also what we're saying. So don't say as you usually do, fuck off or something. Þetta sögðu allir við mann þegar maður var ungur. Ég held að þú sért Íslandingur að þú kemst aldrei að loka hérna í stórmóti. Mikið óbærslega hefði verið til í að spila með þessum stráku þegar ég var 27 ára. Bara þegar ég var upp á mitt besta og var oft á tíðum bara óstöðandi. Þetta var í fyrsta skipti sem ég var stressaður þegar ég var að taka víti. Shut up and focus on yourself tomorrow. Var það ekki? Jökullinn logar, fín mynd, alveg fín mynd. Ég mæli alveg með henni. Svona gott pepp fyrir EM, mjög gott pepp. Það var bara að ná sér í fána og eitthvað dótt. Aðeins að reyna að rífa upp stemninguna hérna. Finna eitthvað fána eða eitthvað fyrir EM. Brasilíski. Það gengur ekki. Það gengur ekki í Evrópumóti, sko. Þann íslensku fánana. Það er svo lítið hérna þér. Er þetta nóg? Nei, andskotin af það. Já, og veit að sól slær silfja voga. Sjáðu jökullinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því Áfram Ísland, maður. Bónus sér sína. Stór fáni. 198 krónur. Ekki slæmt, maður. Áfram Ísland. Þá er bara að tekka hvort að síminn sé búinn að setja í gang hjá mér EM stöðina. Það er góð spurning. Áfram Ísland. Áfram Ísland, sko. Þetta verður töff. Þetta er komið. Nú er bara að bíða og sjá hvað gerist á morgun, 10. Nú er bara saga Evrópumótsins bara á repeat hérna næsta sólarhringinn.
Munið eftir HM-laginu sem Samuel Samuel Samuelsson gerði í 2014 fyrir HM 2014, rosalega grípandi lag og var mjög vinsælt á meðan HM stóð og var notað í sjónvarpinu svona. Hann er búinn að gera EM-lag núna 2016. Það er ekki alveg eins grípandi. Hlustum fyrst á HM-lagið. Mjög grípandi lag og tímabili hélt fólk að þetta væri official eitthvað HM-lag en það vissi ekki að Samuel hefði samið þetta. Svo kom það bara í ljós þegar aðeins liðið á móti að þetta var íslenskt lag. En svo er EM-lagið fyrir 2016, það er svona. Ég veit það ekki alveg. Þetta þarf kannski að venjast, maður þarf kannski að heyra þetta nokkur sinnum til þess að svona gútera þetta lag. Svo bara vona að Ísland standi sig. Ég ger ekki mikla væntingar en allir sigrar eru bónus. Ég lít þannig á það. Litirnir okkar eru rautt, hvítt og blá. Þeir tákna stolt okkar og samtaka má. Ef við öll erum með okkar stöðvar þá getur ein Ok, sjáum við þennan poka hérna. Kona mín er miklu spenntar fyrir HM heldur en EM nokkuð tíma. Ég sagði náttúrulega að HM var eftir 2 ár. En ég fannst það ekki fyndið. Það er ágætt að við séum ekki öll eins. HM.